Á annað 100 eru látin eftir öflugan jarðskjálfta í Asíu og meira en 700 slösuð. Hótel í Bangkok í Taílandi léku á reiðiskjálfi. Íslensk stúlka þar segir skjálftann hafa verið mjög ógnvekjandi. Dómsmálaráðherra segir auknar rannsóknarheimildir lögreglu vera nauðsynlegar svo hægt sé að tryggja öryggi fólks í landinu. Íslensk lögregluyfirvöld verði að standa jafnfætis lögreglu á hinum Norðurlöndunum. Formaður BSRB segir ekkert eðlilegt við háar starfslokagreiðslur sem formaður Sameykis þáði, hátt í 70 milljónir króna. Ráðherra vinnumála segir ekki skrítið að fólki blöskri. Varaforseti Bandaríkjanna er kominn til Grænlands í umdeilda heimsókn. Ný ríkisstjórn er tekin við í landinu 2 vikum eftir kosningar. Flýta á uppbyggingu húsnæðis í Reykjavík í samstarfi við ASÍ og BSRB. Viljayfirlýsing var handsöluð í Ráðhúsinu í morgun. Gott kvöld. Að minnstakosti 144 eru látin í Mjanmar og 7 í Taílandi af völdum jarðskjálfta af stærðinni 7,7 sem reið yfir í morgun. Óttast er að mannfall sé mun meira. Langar raðir af slösuðu fólki mynduðust fyrir utan spítala í Nay Pyi Taw, höfuðborg Mjanmar. Spítalinn sjálfur skemmdist illa. Götur rifnuðu og heilu bifreiðarnar fóru á hvolf. Stærsti skjálftinn var 7,7, svo kom eftirskjálfti 6,4 stærð. Upptökin voru á 10 kílómetra dýpi í Mjanmar en skjálftarnir fundust líka vel í Taílandi. Þessi skýjakljúfur var í byggingu, enn er fjölda verkamanna saknað og björgunarstarf stendur yfir. So I was in this building right behind me. It was a shopping mall and I was there to buy camera equipment and all of a sudden the whole building just began to move. Immediately there was screaming, there was a lot of panic. I just started walking calmly at first, but then the building started really moving and a lot of screaming, a lot of panic. Vatn fossaði niður úr sundlaugum á lúxushótelum í Bangkok og allt lék á reiðiskjálfi á þessari skrifstofu. Anna Magdalena Vestfjörð er á einu þessara hótela, en hún er á ferðalagi Asíu og segir að sér hafi brugðið mikið þegar vatn fór að flæða að þér virtist niður af þakinu. Can you see this? Can you see this? Oh my god, I'm gonna die. I'm gonna die. Þetta var náttúrulega bara mjög ógnvekjandi, sko. Maður er náttúrulega vanur jarðskjálftum heima, en þetta var eitthvað meira, sko. Að vera náttúrulega upp á 27. hæð og byggingin hristist alveg svo brjálaði. Og hljóðin, að hljóma alveg svo að vera eitthvað að brotna, þannig að maður er alveg bara hjartað í gangi og allt það. Og já, ég bara kíki út, sé einhverja smá regndrópa og svo fylgir bara restin, sko. Það er svona pallur beint fyrir neðan mig og maður sá bara vatnið fylla þar sem maður hefði verið í sundlauginni. Þannig að það náði nú ekki alla leið niður á götu held ég, en ég veit að fólk var að tala um að það fór inn í bygginguna og var að leika niður stiga, sko, þegar fólk byrjaði að fara niður. Og svona lífið í stórborginni eftir svona skjálfta, hvernig er það? Þau jöfnuðu sig ótrúlega hratt. Það allavega var alveg panik fyrst, sko, og allir, það hefur alltaf enginn upplifað jarðskjálfta hér í allavega 30 ár segja þeir. Nánast, sko, hálftíma eftir að jarðskjálfti var búinn, þá sá maður þau byrja að opna aftur alla básina og byrja að selja ávexti og eitthvað, sko. Það var mjög ógnvekjandi en stutt. Mun minna af efni hefur borist frá Mjanmar. Herstjórnin sem rændi völdum 2021 hefur takmarkað aðgengi að samfélagsmiðlum og ritskoðað fréttaflutning. Stjórnin hefur þó óskað eftir aðstoð frá alþjóðasamfélaginu sem hún hefur verið treg til að gera hingað til. Dómsmálaráðherra segir að auka þurfi rannsóknarheimildir lögreglu svo hægt sé að tryggja öryggi fólks í landinu. Þær þurfi að vera svipaðar og á öðrum Norðurlöndum. Fjöldamorð og hryðjuverk voru á meðal þess sem fjallað var á öryggis- og varnarmálaráðstefnu ríkislögreglustjóra í gær. Ógn sem óhugnanlegt er að hugsa til að geti raungerst hér á Íslandi, en er engu að síður nokkuð sem lögregluyfirvöldum tókst að afstýra á síðasta ári.
Hins vegar tókst 3 erlendum ríkjum að stunda hér njósnir. Stóra málið þar kannski að í þessu breytta landslagi sem við erum að horfa upp á í dag, breytast dag frá degi að þá eru yfirvöld á Íslandi, lögreglan með lakari heimildir til þess að afla gagna en systurstofnanir til dæmis bara á Norðurlöndunum. Ráðuneytið vinnur því að gerð frumvarp sem lagt verður fram á haustþingi og felur í sér auknar rannsóknarheimildir lögreglu. Hluti af því samstarf á milli landa, þannig að lögregla geti miðlað gögnum sín á milli og íslensk lögregluyfirvöld standi jafnfætis lögreglu á hinum Norðurlöndunum. Við heyrum það frá lögreglunni sjálfri að hún sé í veikari stöðu þar en systurstofnanir á Norðurlöndunum. Mér finnst bara stóra atriði í þessu samhengi vera hvaða upplýsingar þurfa lögregluyfirvöld að vera með í höndunum til þess að geta tryggt öryggi fólksins í landinu. Lögregla hefur lengi talið sig þurfa víðtækari heimildir, til dæmis til þess að takast á við skipulagða glæpastarfsemi. Hugmyndir að lögregla fái forvirkar rannsóknarheimildir hafa verið umdeildar, en Þorbjörg segir ekki liggja fyrir hvort þær séu á borði ráðuneytisins nú. Hins vegar til skoðunar að veita lögreglu heimild til að hefja rannsókn án þess að grunur sé refsiverða háttsemi. Áskoranir blasa við varðandi öryggismál. Þar erum við líka bara að horfa á hvaða áhrif skipulögð brotastarfsemi að hafa daglegt líf fólksins í landinu og síðan varnarvinkillinn sem varða bara breytt landslag í alþjóðlegu samhengi. Þessar aðstæður sem við erum að sjá teiknast upp og að breytast nokkuð hratt. Félags- og vinnumálaráðherra segist skilja að fólki blöskri háar starfslokagreiðslur sem formaður Sameikis þáði. Hann fær greitt laun í 2,5 ár, samtals hátt í 70 milljónir króna. Fyrir hálfu ári var ljóst að Þórarinn Eyfjörð, fyrrverandi formaður stéttarfélagsins Sameikis, nyti ekki lengur traust stjórnar og starfsfólks né forystu BSRB og vék því úr stjórn. Ekki hefur náðst í Þórarinn vegna málsins. En Vísir greindi frá því á dögunum að starfslokasamningur við Þórarinn tryggði honum tæpar 69 milljónir króna. Hann verður á launum út kjörtímabilið eða í 2,5 ár, en ekki hægt að segja upp kjörnum formanni. Ef maður horfir á þessu tölu sem eru í engum takti við það sem að félagsfólk aðildarfélag BSRB búa við eða Sameikis, þá þetta fullkomlega óeðlileg upphæð. Mér finnst þetta svakalega háar tölur og svakalega háar upphæðis og hvort að það er siðferðilega rétt eða ekki, ég ætla ekki að meta það, en ég skil vel að fólki bara hreinlega blöskri svona upphæðir. Stjórn Sameikis fundaði í gær. Þar var ákveðið að settar yrðu starfsreglur til að tryggja að álíka endurtaki sig ekki. Þá verður fest í reglur að biðlaun falli niður þegar menn ráðast til starfa annar staðar. Ragnar Þór Ingólfsson, fyrrverandi formaður VR, þáði 10 milljóna biðlaun þegar hann var kosinn á þing. Blöskrar þér það að hann hafi gert það? Mér blöskrar kannski frekar að skuli ekki vera einstregið fram og hann lækkaði launi sínum 40 milljónir á móti vegna þess að hann dró strax niður launi sínum 300.000 krónur á mánuði frá fyrsta degi sem formaður VR og þannig var það í 8 ár. En ásýndin í alla staði þegar einstaklingar hvað sem þeir heita að fá til sín svona háar upphæðir. Það í rauninni engin furða þó að það sé litið þannig augum að fólki geti blöskrað. Aðalmeðferð hófst í dag í stærsta metamfetamínmáli Íslandssögunnar í Héraðsdómi Reykjavíkur. 4 eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot og 2 önnur fyrir hlutdeild í þessum brotum. Skýrslutaka yfir sakborningum og hinum ýmsum vitnum var í dag. Þar kom fram að 2 menn hafi verið fengnir til að fara til Evrópu, festa þar kaupa á bíl og flytja hann til Íslands. Í honum leyndust tæplega 6 kíló af metamfetamíni. Fyrir þetta áttu mennirnir 2 að fá greitt nokkur 100.000 krónur, en fyrir dómi kom fram að götumarkaðsvirði efnanna 200 milljónir króna. Ný ríkisstjórn tók við völdum í Grænlandi í dag, 2 vikum eftir kosningar. Aðeins 1 flokkur í stjórnarandstöðu. Varaforseti Bandaríkjanna kominn til Grænlands í umdeilda heimsókn. 4 flokkar af þeim 5 sem voru kosnir á þing fyrir 2 vikum undirrituðu í dag stjórnarsáttmála. Jens Fredrik Nielsen, leiðtogi Demokratít, nýr formaður landstjórnar Grænlands. Flokkur hans sá stærsti á þingi og vann stórsigur í kosningunum.
Nielsen var umkringdur fréttamönnum eftir blaðamannafundin í dag. Men nu har vi en regering, der skal i arbejdstøjet, og det vil starte med det samme. Naleraq eini flokkurinn á þingi sem í stjórnarandstöðu með 8 þingmenn af 31. Sáflokkur einarðastur í að Grænland fái sjálfstæði frá Dönum sem allra fyrst. Sjálfstæði Grænlands var ofarlega á baugi í kosningunum. Som jeg har sagt før, at vi lever i en forandret virkelighed, men der skal ikke herske tvivl om, at min kærlighed til Grønland og min forbundethed til det grønlandske folk, den intakt. Vilborg Ása, þú varst á Grænlandi að fylgjast með þessum kosningum. Hvað lestu í þetta stjórnarsamstarf? Já, það ljóst að þetta stjórnarsamstarf mótað einfallega til að bregðast við aðstæðum sem eru í dag með yfirlýsingum Trump sem að yfirtaka Grænland. Þannig að við erum með 4 flokka af 5 sem mynda þessa stjórn. Hún mjög breið, þvert frá hægri yfir til vinstri og sem óvenjulegt, en það alveg ljóst að Grænlendingar ætla að standa saman, stjórnmálaflokkarnir ákveða þarna að það ekki annað sem gildir heldur en að sýna samstöðu og einhug til þess að takast á við þessum erfiðu og krefjandi aðstæðum sem uppi eru. En hver eru svona helstu áherslumálin í þessu stjórnarsamstarfi? Já, það kemur í rauninni svolítið til af því að þessi stjórn myndu til þess að bregðast við þessum aðstæðum, þannig að það eru engar stóra breytingar í farvatninu. Það í rauninni þetta aðalatrið, svo ýmislegt tínt til og kannski helsta það er eitt konkrétt má segja að það eru lækkanir á sköttum fyrirtækja sem eitt af kosningamálum Demokratítflokksins sem vann kosningarnar, þannig að þau hafa fengið það í gegn í viðræðunum, en annars eru engar stóra breytingar í farvatninu. Það einfaldlega það að Grænlendingar ætla að standa saman og sjá til þess að það séu Grænlendingar sem ákveði framtíð Grænlands og engin annar. Það áherslan. Hingrið aðeins hjá okkur Vilborg því að við ætlum að sjá fyrst þegar varaforseti Bandaríkjanna kom til Grænlands í dag. Grænlensku stjórninni til lítillar hrifningar. Jamen, J.D. Vance han lander på et anlæg, der deres. Jeg synes, at hele den her situation med at komme på besøg, hvor der ikke en siddende regering, det holder partiformændene også, som de også har meldt ud. Det holder vi fast i. Det ikke at vise respekt for en allieret. Det synes jeg ærgerligt. Hey guys, how we doing? Please, at ease. At ease. Good Lord, sit down and eat. Sit down and eat. Don't let the Vice President stop you guys from getting your chow here. How we doing? It's cold as shit here. Nobody told me. We're going to get a briefing, of course, about what you guys do every day, and then we're going to talk just about, as you've heard, we have some interest in Greenland from the Trump administration, so we're going to talk a little bit about that with our friends in the media. But I just want to say thank you all. Thanks for having us, and thanks for being here. Thanks for doing what you do. Vilborg, hvað finnst Grænlendingum þessa heimsókn? Já, Grænlendingar eru í rauninni bara mjög óánægðir með þessa þróun sem verið allt frá áramótum. Þau eru búin að vera einhvern veginn í ákveðinni spennitreyju og mjög áhyggjufullir og finnst þetta bara gríðarlega óþægilega athygli. Og þar að leiðir að nú hefur þessa síðastlega viku hafa verið gerað margar breytingar á hver átt að koma og hvenær og annað slíkt, og það má segja að vera ákveðin léttir á Grænlendingum að ráðamenn ætluðu ekki að koma inn í samfélögin, inn í Nuuk og Sisimiut og vera þar á meðal íbúa því að það var engin áhuga á því. Þannig að J.D. Vance varaforseti fer í staðinn til Pituffik og það var, má segja að fólki hafi verið létt við það, en heilt yfir fólk áhyggjufullt og bara búin að fá algjörlega nóg af þessum mikla áhuga og álagi sem þetta hefur valdið. Takk fyrir þetta, Vilborg Ása. Bandaríkjastjórn hefur svipt 300 manns dvalarleyfi, mörg fyrir óljósar sakir. Mál ungrar konu sem var gripin á götu og færð í varðhald í vikunni hefur vakið mikla reiði í Massachusetts. Rúmeisa Ostörk var að fara að hitta vini í kvöldmat og fór út af heimili sínu í Somerville, rétt norðvestur á Boston, klukkan 5:30 kvöld á þriðjudag. Hún var skyndilega stöðvuð af óeinkennisklæddum mönnum. Fleiri bættust í hópinn, fólk sem huldi andlit sitt og vegfarandi heyrðist spyrja hvort þetta væri mannrán. Where the police? Yeah, you don't look like it. Why are you hiding your faces? Hún var tekin höndum og færð í ómerkta bifreið. Ostörk frá Tyrklandi og doktorsnemi við Tufts háskóla. Fjöldi fólk kom saman við skólan til að mótmæla. All the international community that are sending their children over here to the US to get a good education,
Now, they should be wary about this because that could happen to anyone. If it happened to Rumeysa, that means it could happen to anyone. Í fyrstu vissi enginn hvert var farið með hana. Síðar kom í ljós að hún var færð í varðhaldsstöð í Louisiana, tæplega 3000 kílómetra í burtu. En óljóst hvað nákvæmlega hún á að hafa unnið sér til saka. Talsmaður heimavarnarráðuneytisins segir að hún hafi orðið uppvísað því að styðja Hamas-samtökin á Gaza, en það var ekki útskýrt frekar. Fyrir ári var Ásdörk meðhöfundur greinar þar sem skólayfirvöld voru hvött til að viðurkenna þjóðarmorð á Gaza og sniðganga Ísrael. Fréttastofa ræddi við starfsmann í skólanum sem vill ekki láta nafn síns getið. Hún segir að nemendur af erlendum uppruna séu óttaslegnir. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði á fréttamannafundi í gær að líklega hefðu yfir 300 verið svipt dvalarleyfi. We gave you a visa to come and study and get a degree, not to become a social activist that tears up our university campuses. And if we've given you a visa and then you decide to do that, we're going to take it away. At some point I hope we run out because we've gotten rid of all of them, but we're looking every day for these lunatics that are tearing things up. And by the way, we want to get rid of gang members too. Mikil uppbygging framundan í hverfum eins og Árbæ, Grafarholti og Úlfarsárdal í Reykjavík. Rúmlega 3000 íbúðir í byggingu í borginni og yfir 12.000 eru á framtíðarsvæðum. Undirrituð var viljayfirlýsing Reykjavíkurborgar, ASÍ og BSRB í morgun að auka framboð og hraða uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Stofna á nýtt félag borgar- og verkalýðshreyfingar utan skipulag og fjármögnun. Starfshópur mun skila af sér í maí sóknaráætlun í uppbyggingu. Staða húsnæðismála var kynnt á opnum fundi í Ráðhúsinu. Við erum í rauninni að hefja samstarf, svona formgera auki samstarf við unnum með verkalýðshreyfingunni að uppbyggingu, úthlutaðum lóðum og stofnframlögum með góðum árangri. En þannig erum við líka að horfa á kannski fleiri hópa heldur en bara Bjarg og svona skoða hvort við getum komið sameiginlega að skipuleggja fjölbreytt og blöndu hverfi, að sjálfsögðu ekkert bara félagslegt húsnæði. Og einhvern veginn tryggt uppbyggingu innviða samtímis. Yfir 12.000 íbúðir eru á svokölluðum framtíðarsvæðum. Á þróunarsvæðum yfir 9.000 og næstum 12.000 íbúðir eru í skipulagsferli. Samþykkt deiliskipulag til fyrir meira en 3.200 íbúðir. Byggingarhæfar lóðir eru yfir 2.000 talsins og 3.087 íbúðir eru í byggingu. Nefna má Höfðan sérstaklega sem nýtt hverfi, þar sem 533 íbúðir eru í byggingu og 1650 eru í skipulagsferli. Þar á að rísa 20.000 íbúa byggð í bland við atvinnustarfsemi. Áhersla líka lögð á Grafarholt og Úlfarsárdal, þar sem 160 íbúðir eru í byggingu og 412 í skipulagsferli. Í svonefndum Halla- og Hamrahlíðarlöndum, norðan við byggð í Úlfarsárdal. Við ætlum að hefja allan skipulagningu á 10.000 íbúðum til viðbótar. Leikverkið Fjallabak verður frumsýnt á nýja sviði Borgarleikhússins í kvöld. Í verkinu fylgst með ástarsögu kúrekana Ennis og Jack sem dragast hvor á öðrum þrátt fyrir fordóma samfélagsins. Og Ástrós Signýjardóttir stödd í Borgarleikhúsinu þar sem ríkir væntanlega mikil tilhlökkun fyrir kvöldinu. Já, það óhætt að segja það og það styttist heldur betur í að hér fyllist bæði svið og áhorfendasæti af spenntu leikhúsfólki. En hjá mér eru þau Ester Talja og Valur Freyr. Ester, getur þú sagt mér aðeins frá þessu fallega sögusviði sem við stundum hérna inni? Já, við erum eiginlega stödd hérna bara í Ameríku 1963 á Fjallabaki, þar sem að 2 ungir menn fá vinnu eitt sumar við það reka kindur. Og svo fella þeir hugi saman og við fylgjumst með þeirra baráttu og þeim tíma að vera samkynhneigðir. En Valur, þú sem leikstjóri, eru taugarnar þandar? Taugarnar eru þandar, þær voru verri í morgun þegar ég vaknaði. En svona eftir að maður er komin á staðinn, þá byrjar maður að róast þegar maður er komin innan sitt fólk og svo mikið viski til hérna í leikmyndinni. Þannig að maður getur fengið sér eitt gráan, þá líður manni betur. Já, en það vill svo skemmtilega til að þetta ekki eina frumsýningin hér í Borgarleikhúsinu í kvöld. Því að á stóra sviðinu ætlar íslenski dansflokkurinn að frumsýna sitt verk og hér hún Lovísa Ósk Gunnarsdóttir sem var að taka við í dag sem listrænn stjórnandi. Til hamingju með það. Takk kærlega fyrir. Ég hérna bara ótrúlega glöð og spennt fyrir þessu verkefni. Ég var auðvitað að dansa hjá flokknum í yfir 16 ár þannig að þykir undurvæntum þessa stofnun og hlakka til að leiða flokkinn inn í nýja tíma.
og hér blasir við okkur stóra sviðið sjálft. Já, heldur betur. Hvað er að fara að gerast hér í kvöld? Já, þetta í raun og veru mjög tákgrænt kvöld fyrir okkur því að við erum að fara að frumsýna verkið Hringir Orfeusar og annað slúður eftir hana Ernu Ómarsdóttir sem einmitt fráfarandi listanstjóri Íslenska dansflokksins, þannig að þetta svona mjög stór dagur fyrir okkur og þetta verk byggt á grísku goðsögnunum og í listræna teiminu Ernu valinn maður í hverju rúmi og þetta áhorfendur eiga von á miklu sjónarspili. Þetta algjör veisla fyrir skynfærin og hún að vinna með mismunandi tungumál, það táknmál og dans og ég veit ekki hvað og hvað og svo nær epikinn algjöru hámarki í lokin þegar 100 manna lúðrasveit barna og unglinga mæta hérna á sviðið. Já, ég efaði ekki að hér verður hátíðarstemming í allt kvöld en við segjum þetta gott hérna úr stóra sviðinu. Takk fyrir þetta, Ástrós. Og þá að veðri, það snjóar áfram úr lægðardrægi sunnanlands einkum á Suðausturlandi en úrkomu lítið annars staðar á landinu og kalt. Áframhaldandi norðaustan átt á morgun, allhvers vindur á Vestfjörðum og undir Vatnajökli en annars hægari. Snjókoma eða slitta austan til á landinu og það verður líka snjókoma á norðanverðum Vestfjörðum en annars að mestu þurrt. Svo hlýnar nú heldur í veðri. En nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Þórey Anna Ásgeirsdóttir snúin aftur í íslenska landsliðið í handbolta eftir að hafa ekki gefið kost á sér í heilt ár. Hún var ósátt við hlutverk sitt í liðinu en nú búið að hreinsa loftið. Íslandsmótið í alpagreinum hófst í Oddsskarði á Eskifirði í dag. Þetta í fyrsta sinn sem skíðamót Íslands haldið á Austurlandi. Og Valskonur geta á sunnudaginn tryggt sér sæti í Evrópubikarnum í handbolta. Íþróttir hér eftir fréttir. Áður en við kveðjum ykkur þá skulu rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Á annað 100 eru látin eftir öflugan jarðskjálfta í Asíu og meira en 700 slösuð. Hótel í Bangkok í Taílandi léku á reiðiskjálfi. Íslensk stúlka þar segir skjálftann hafa verið mjög ógnvekjandi. Dómsmálaráðherra segir auknar rannsóknarheimildir lögreglu vera nauðsynlegar svo hægt sé að tryggja öryggi fólks í landinu. Íslensk lögregluyfirvöld verði að standa jafnfætis lögreglu á hinum Norðurlöndunum. Formaður BSRB segir ekkert eðlilegt við háar starfslokagreiðslur sem formaður Sameykis þáði hátt í 70 milljónir króna. Ráðherra vinnumála segir ekki skrítið að fólki blöskri. Ný ríkisstjórn tekin við á Grænlandi. Varaforseti Bandaríkjanna kom til Grænlands í dag í umdeilda heimsókn. Alþjóða stjórnmálafræðingur segir mikla óánægju með heimsóknina meðal Grænlendinga. Og næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn RÚV.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum ykkur líka á RÚV appið en þessum fréttatíma lokið. Njótið helgarinnar, hafið það gott og verið sæl.